Já, sælverið. Þetta eins og Ólafur sagði, þá gat Rannveig niðurgefið með okkur. Við höfðum í huga á að vera með svona fjarkynningu hjá henni, en tæknin var ekki alveg að leyfa okkur það. Þannig að niðurstaðan var svo að hún sendi okkur tilkynningu fyrir okkur og sendi okkur og ég ætla síðan að kynna þetta fyrir ykkur í grófum dráttum. En ég mun kynna tvö verkefni sem eru komin í tveimur skýrslum sem eru aðgengilegar ásamt öðrum skýrslum í þessum sem tilheyra þessum verkefnum inn á vef okkar ferðamálastofa.is/12org. Það eru slóðina þarna í dagskránni hjá ykkur. Fyrra verkefnið er heitir sem sagt báðar skýrslurnar eru reyndar á ensku, en fyrra verkefnið áhrif gönguferðamanna á gróður og jarðveg og athuganir og mælingar frá tilraunarrit. Og það er unnið af Rannveig og Mikael Lundström og er samstarfsverkefni Háskóla Íslands og Háskólans í Lundi í Svíþjóð. Nú, eins og Rannveig segir, þá þarna sjá markmiðið og eins og hún segir, þá notkun tilraunareita til þess að meta álag. Það er þekkt erlendis sem hefur ekki verið notað mikið hérlendis. En einungis með svona vísindalegum hætti eða nákvæmum mælingum er hægt að nota þekkta stýribreytur til þess að finna niðurstöðu. Og hver tilraunareitur samanstæða 1,5 til 20 metra löngum reitum sem eru notaðir til þess að meta mismunandi álag. Og þá er gengnir alltaf 10 metrar helmingurinn af lengdinni með göngustofum og helmingur án göngustafa. Og síðan mældar breytingar á þverstigi stígsins, raka og þéttni jarðvegs og síðan gróður hulu. Og þá er þetta álag metið út frá 25, 75, 200 og 500 ferðamönnum. Og síðan voru líka fengnar tölur frá erlendum rannsóknum til samanburðar og svo þetta var eins og gefur til eitt reitur, þetta skilir eftir algjörlega ósnertu til samanburðar. En síðan fá nokkrar myndir sem að sýna hvernig landi breytist eftir því sem að álagið eykst. Hérna sjáum við eftir að 2 göngumenn hafa farið Hérna eftir 25 göngumenn, við sjáum strax að ég veit aðeins að sjá á landinu. Hérna eru 75 göngumenn og hér er þetta orðið sýnilegt. 200 göngumenn, hér er bara talsverð að sjá á því. 300 göngumenn, 400 og svo á lokinn 500 og eins og sér þá er hér bara að sjá verulega á landinu. Nú helstu niðurstöður Rannveigar og félaga voru sem sagt að mólendi er viðkvæmara fyrir álag en graslendi, hvað var það allar breytur sem var unnið með. Og jafnframt álag frá ferðamönnum með göngustafi er minna heldur frá göngumönnum sem eru ekki með göngustafi. Og þeir sem að ganga með göngustafi, þeir virðast nota minna álagi sem segir á miðju stígsins og orsaka minni þéttni jarðvegs. En álagi dreifist betur ef menn eru með göngustafi. Nú, gögn sem söfnuðust þessari rannsókn sem grunnar meistaraverkefni við landfræðideild Háskólans í Lundi og það sem beinir sjónum að þróun aðferðafræði við myndvinnslu til að meta breytingar á gróðurþekju við mismunandi álag gönguferðamanna, þannig að þetta strax verða að nýtast áfram og víðar. Nú hitt verkefnið og hinn skýrslan sem ég ætla að segja eitthvað frá, hún er ekki síður merkileg og ég held bara að mjög merkileg. Sem að það sem er til nýnálgun líka og það er sem sagt, hún heitir áhrif innvið á þróun ferðamannastaða á hálendinu í ljósi kerfisgreiningar. Og þetta er sem sagt, þetta eru skýrsluhöfundar eru Rannveig og Hörður Haraldsson og þetta er sem samstarfsverkefni Háskóla Íslands og Mid-Sweden University í Svíþjóð.
Nú, og þarna sjáum við sem markmið þessarar rannsóknar, en samkvæmt þessu viðhorfskvarðum þá ferðamönnum skipt í ákveðna flokka frá miklum náttúrusinnum eða strong purists til þess að þjónustu sinna, og þetta fer eftir mismunandi þörfum og væntingum og umburðarlyndi sem ferðamenn hafa gagnvart manngerðum þáttum í umhverfinu. Og Rannveig vildi taka fram að þetta hluti af stærra verkefni sem beinir sjónum að umhverfisáhrifum ferðamennsku á vinsælum gönguleiðum á hálendinu, og hvenær breytingar vegna uppbyggingar innviða og orðnar það miklar að breytt ásýnd varanleg og ekki unnt að fara tilbaka, og hvaða áhrif það hefur á ferðamennsku á hálendinu til langs tíma. Þetta er býsna merkileg og hérna er útskýring á því hvað kerfisgreining er, og ákveðið lykilatriði í þessu er þessi heildarsýn að finna orsakasamhengi. Og kerfisgreining er þessi að greina ferli til að skilja orsakasamhengi þess. Og þannig að þetta er ákveðið vísindalega aðferð til þess að komast að niðurstöðum með kannski öðrum hætti heldur við höfum verið að gera. Og helstu niðurstöður þessara rannsókna eru meginbreytur sem hafa áhrif á upplifun ferðamanna sem heimsækja hálendið. Það er annars vegar eru magn innviða á þjónustu og fjöldi annarra ferðamanna. Og Rannveig til að komast að því að fjöldi ferðamanna er áhrifabreyta sem kemur sent inn í þessa orsakakúrfu, og er það ekki hentugur mælikvarði til að meta þróun ferðamannastaða heldur en hún meina að hentugur mælikvarði sé aðferðafræði. Það nái betur að fanga þróun og næmi kerfisins. Og þetta er býsna merkilega niðurstöður. Þetta sjáum við þetta skemmtilegri mynd, en ég ætla Guðbænandi ykkur ekki að spyrja mig mikið út síðan. Ég mun klárlega ekki að svara því. En hérna kannski það sem megin málið snýst og Rannveig ítrekar það að niðurstöðum undirstriki, eins og þetta hefur komið fram í fleiri erindum hér í dag, mikilvægi heildarskipulags og stjórnun ferðamannastaða til að koma í veg fyrir hnignun þessu umhverfi sem þeir byggja afkomu sína á, og til að forðast aftur áfangastaði ferðamannastaða þróist í rauninni í sömu átt. Það er að segja, ef ekkert er gert þá þróast raunar allir áfangastaði í sömu átt og í átt til þessar miklu þjónustu, og endastöð slíkrar uppbygginga er bara fjöldaferðamennska alls staðar eins og Rannveig segir. En þannig að Rannveig vildi bara biðja mig að koma á framfæri kæri kveðju til ykkar og kærum þökkum til Ferðamálastofu og allra þeirra sem aðstoðuðu við verkefnið.